Já, góðir hlustendur og áhorfendur, velkomin aftur að Rauðaborðinu. Umræðu þætti hér á Facebook og víðar, YouTube og víðar. Þetta er hluti af sjónvarpsstöð sem er í smíðum, vefsjónvarpsstöð sem heitir Samstöðin og þið getið fundið á Facebook. Þar eru þessi þættir, þeir eru á hverju kvöldi klukkan 8. Á sunnudögum er þáttur sem að Ögmundur Jónasson sér sem heitir Kotar heim. Og miðað við samtöl mín við ýmsa í dag þá er líklegt að komi fleiri þættir hérna á allra næstu dögum. Ég lofa ekki kannski alveg á morgun, en ég hengi mig upp á það að vera komið nýr þáttur hérna allavega fyrir laugardaginn. Þetta er þessi sjónvarpsstöð og þessi þáttur er svona viðbragð við því ástandi sem er í samfélaginu og kannski stöðu fjölmiðlanna, stöðu umræðunnar, þar sem að meginstraums fjölmiðlarnir eru uppteknir af því að bera okkur boð frá yfirvöldum, kannski fyrst og fremst frá sóttvarnayfirvöldum, og svo kemur ríkisstjórnin inn með efnahagspakka, en það er kannski ekki mikið rými fyrir gagnrýni eða andstöðu eða umræðu það sem er að gerast, og það er ekkert smátt sem er að gerast. Það eru náttúrulega, við erum að ganga í gegnum mestu heilbrigðisvá sem að nokkurt okkar mann eftir. Það er möguleiki að einhver sé að hlusta sem að mann eftir spönsku-veikinni 1918. Það er þá eina sem að kæmist í samlíkingu við það. Og við erum núna á bjargbrún kreppu sem að er svona verið að ræða víða heim, hversu djúp er. Ég held að flestir sem komnir á því að hún er örugglega dýpri heldur en 2008. Og menn eru helst að bera hana saman við kreppuna á þriðja áratugum. Þess vegna var undarlegt að sjá spá Seðlabankans í dag, þar sem var versta útgáfa spárinnar var það að yrði hér 4,5% samdráttur. Ég hef ekki séð svona áætlanir minna heldur en 10% út í heimi, og ef að Bandaríkin og Evrópa sökkva niður í samdrátt 10% og meira, að þá eru ákaflega litla líkur hér að ferðaiðnaðurinn eða ferðaþjónustan hér rísi upp snöggt bara strax í haust og lyfti okkur upp þannig að samdráttur hér verði ekki meira heldur en 4,5%. Og ég er að tala um þetta vegna þess að þetta er raunverulega mjög mikilvægt mál. Ég ætla ekki að gagnrýna sóttvarnayfirvöld, en fyrstu spár þeirra voru að hér myndi kannski 300 manns greinast, svo kom versta spáin væri 1200, við erum búin að hækka núna upp í 5000, sem er svo sem allt í lagi. Þar er fólk að kljást við hluti sem þekkja illa og erfitt að spá fyrir og alls konar flóknir þættir. En þegar Seðlabanki kemur fram og gefur til kynna að við séum einhvern veginn að fara í bara skammvinna niðursveiflu, það er raunverulega mjög alvarlegt, vegna þess að á baki þessari hugsun, á baki þessari spá, eru síðan allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem gerir ráð fyrir því að við þurfum bara að komast í gegnum skaflinn, eins og forsætisráðherra orðar það, og hefur það örugglega frá fundum sem eru á baki þessum undirbúningi. Þetta sé bara skammitt ástand og við þurfum bara að hjálpa fyrirtækjunum að komast yfir það til þess að þau þurfi ekki að segja fólki, og þá verði allt lagi og viðspyrna sem mjög góð. Við höfum aldrei haft það betra, aldrei staðið betra. Bjarni Ben sagði í Kastljósi daginn að eigið fé bankanna hefði aldrei verið betra. Eigið fé bankanna eru eignir þeirra, útistandandi eignir þeirra, lán þeirra til ferðaþjónustunnar, lán þeirra til þeirra sem hafa verið að byggja upp hótelin hérna, eru raunverulega einskisvirði í dag. Þannig að talandi eigið fé bankanna er raunverulega algjör blekking. Því að þessi skil sem hafa orðið breyta öllum slíkum stærðum. En ég ætla ekki að sitja hér og messa yfir ykkur í allt kvöld. Ég hef fengið hingað gott fólk. Að þessu sinni held ég að séu bara konur. Það eru sem allar eiga það sameiginlegt að hafa tekið virkan þátt í búsáhaldabyltingunni sem var hér fyrir mjög stuttu síðan. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hún er hér. Heiða B. Heiðars, sölustjóri, hún er hér. Birgitta Jónsdóttir, fyrrverandi þingskáld, ef ég reyni að vísa í það hvernig hún hefur kynnt sig, og Ásta Dís Guðjónsdóttir, sem er samhæfingarstjóri PEP á Íslandi, samtaka fólks í fátækt. Við ætlum að ræða hér á eftir svona lærdóminn af búsáhaldabyltingunni. Hvað er það sem að almenningur sem að stóð í baráttu við stjórnvöld þar mánuðum og árum saman, hvaða lærdóm almenningur getur tekið með sér í baráttu fyrir sínum málum í komandi kreppu, yfirstandandi kreppu getur sagt, því að hún er eiginlega byrjuð. En ég ætla að byrja á því að spyrja Sólveigu Önnu bara út í svona nýskeiða hluti. Þið afboðuðu verkfall við
gagnvart sveitarfélögunum hérna í kringum Reykjavík, svona sjálfstæðismanna sveitarfélögunum hérna, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé í völdum í öllum þessum sveitarfélögum og svo líka í Hveragerði og Ölfus og þið blésuð af eftir að raunverulega, enginn hafði ansað ykkur vikum saman. Það hljóta náttúrulega allir að sjá svona hver ástæðan fyrir því að við frestum verkföllunum. Einstaklega erfitt að halda úti aðgerðum í þessu ástandi. Þegar þú segir að enginn hafi anstað okkur einhvers tíma þá náttúrulega það svona kannski svona annar partur af þessari sögu að framferði samninganefndar sveitarfélaganna og þeirra sem eru í forsvari innan þessa fyrirbæris sem sveitarfélögin eru. Framferði þeirra ótrúlegt og ég hef nú svona fengið að prófa ýmislegt á þessum stutta tíma sem ég hef verið þarna sem formaður, en þessi svona samskipti og samskiptaleysi, áhugaleysi, viljaleysi og getuleysi til þess að eiga bara einu sinni eitthvað svona heiðvirkt samtal við okkur, lausnamiðað, svona var notað það orð, bara ekki til staðar, ótrúlegur hroki. Ég reyndi í nokkur skipti að eiga samtal við bæjarstjórann í Kópavogi. Það bar engan árangur. Hann einhvern veginn bara ósýnilegur og óínáanlegur og á sama tíma voru greinilega þau skilaboð komin inn til samninganefndarinnar að þar ætti bara sýna algjöra forherðingu og ekki ræða við okkur nokkurn skapaðan hlut. Og það staðan eins og hún núna og við höfum frestað aðgerðum en munum hefja þær að nýju. Og erum með meðal annars mjög mikilvægan stuðning og mikilvæga yfirlýsingu frá trúnaðarmönnum Eflingar hjá Reykjavíkurborg þar sem að þar hafa 60 manns skrifað undir stuðningsyfirlýsingu sem að lýkur á þeim orðum að fólk sé tilbúið til þess að íhuga bara allar aðgerðir til þess að styðja við félaga sína hjá sveitarfélögunum, meðal annars þá samstöðu verkfallsaðgerðir. Bæði Reykjavíkurborg og ríki skrifuðu undir samning við okkur sem að innihélt leiðréttingu. Auðvitað ekki eins mikla og við vorum að berjast fyrir, en engu að síður viðurkenningu á málflutningi okkar og viðurkenningu á því að það þyrfti að bæta í þær hækkanir sem að við höfum samið á almenna markaðnum sökum þess að þarna væri það sem við höfum kallað bara svona sögulega vanmetin kvennastörf og sama röksemdafærsla hún bara á alveg nákvæmlega við hjá sveitarfélögunum. Þetta að stærstu meirihluta konur, 80% konur, láglaunakonur sem að vinna við þessar undirstöðu atvinnugrein sem að konur sinna að halda bara svona samfélaginu gangandi í umönnun og svona aðhlynningu og svo framvegis. Þannig að ég bjóst svo sem kannski aldrei við því að sveitarfélögin myndi bara einhvern veginn ganga frá hlutunum 1, 2, 3 en ég bjóst ekki við því að þau yrðu svona brjálæðislega bara fyrt eins og þau hafa sýnt sig vera. Og hvort var það að þau ætluðu aldrei að semja við ykkur þessar hækkanir eða þau gripu svona gæsina þegar hún gafst að þegar COVID fór að vaxa og var augljóslega að það var eiginlega ekki hægt að halda áfram verkfallinu, að þá skelltu þau bara hurðin. Hvort var það, gripuðu tækifærið eða ætluðu bara aldrei semja við ykkur? Ég held að ég geti alveg sagt að það hafi náttúrulega ekki verið neinn vilji til þess að semja við okkur þessa leiðréttingu og ég held að það hafi verið mjög mikil svona konsensus þarna það að nú ætti svona að stoppa þessa vegferð sem að við vorum á og sem að hafi skilað þessum árangri og ég held jafnframt að þetta fólk hafi, augljóslega nota þetta tækifæri sem að svo gafst í því að sýna þessa svona forherðingu sem ég hef lýst hér sem að þau hefðu ekki komist upp með undir eðlilegri kringumstæðum. Það var ekki líka fyrir árið síðan fall WOW eiginlega notað til þess að klára þá samninga?
Það svo önnur saga og einhvern tímann þá munu allar þessar sögur verða sagðar í öllum þeim miklu svona smá atriðum og út úr dúrum og svo framvegis. Við, eins og ég hef náttúrulega margoft sagt og vonandi bara fyrirgefst mér að halda áfram að segja það. Við í Eflingu mátum það svo að við kæmumst ekki lengra á þeim tímapunkti og fyrir því voru hinar þessar ástæður. Þannig að við tókum þessa ákvörðun þá að ganga frá samningum á þeim nótum sem að þá var gert. Og auðvitað voru margir sem að sáu þá einhverja svona mikla uppgjöf hjá okkur en við þurfum líka að vera taktísk í baráttunni okkar og við þurfum að gæta að mörgum hlutum, við þurfum að gæta því að eyða ekki öllu pólitíska kapitalinn okkar í baráttu sem að við sjáum ekki fyrir okkur að muni skila meiri árangri vegna þess að við þurfum að eiga eitthvað eftir til þess þá að heyja næstu baráttu. Stéttabaráttan þannig að hún náttúrulega svona staðbundin og tímabundin þó að hún auðvitað líka tengist alltaf og svona að haldi áfram í einhverju svona línulegu ferli þá samt eiga átökin sér stað í einhverju svona tíma og rúmi og þar þarf bara ávallt að meta aðstæður. Það kannski erfitt að spá því fyrir strax en það gæti verið svo að forsendur kjarasamninganna frá því fyrir ári séu að bresta núna í haust. Já, náttúrulega bara allt sem að gerast núna svo ótrúlegt og við erum á þessum stað þar sem að það bara búið að stinga svona risastórum svona skrúflykli bara svona inn í maskínuna eins og í svona gömlum svona áróðursplakkutum frá radikálum sko. Það hefur núna gerst. Það sem að vinnuaflið það getur ekki unnið og framleitt. Öll neysla jafnframt stoppuð. Þannig að þetta krísuástand sem við erum inni í núna náttúrulega með öllum ólíkindum og auðvitað það satt sem að svona mainstream hagfræðingar að benda á að ég meina atvinnutækin þarna ennþá og þau verður náttúrulega hægt að virkja að nýju þegar fólk má mæta til vinnu og þegar neysla hefst upp á nýtt. En hvernig mun þetta leika efnahagskerfi veraldarinnar, hvað til dæmis gerist í Bandaríkjunum og hvað gerist annars staðar og við vitum ekki hvað gerist. Jón Danielsson, hagfræðingur, hann segir í markaðnum í dag að sveiflan eins og hún núna verði sé vaflaga. Svo grein eftir Nouriel Roubini í dag líka í The Guardian og hann segir að hann kallar þetta self-serving economist sem að tala að sveiflan verði vaflaga og hann segir hún sé ílaga, bara beint niður sko og ekkert stopp neins þar í sjónmáli. Þannig að ég ætla ekki að láta sem að mín svona hagfræði þekking eða innsýn í þessa hluti sé meiri en hún en ég meina alþjóðavæðingin og það hvernig öll kerfin okkar eru algjörlega samofin. Auðvitað mun þetta búa til eitthvað ástand sem við bara getum ekki séð fyrir núna en auðvitað það jafnframt þá skylda okkar að fylgjast með og gera okkar besta til þess að reyna að skilja hvað að gerast frá degi til dags. Þessi þáttur hann með þema sem heitir búsáttarbyltingin. Þið eru allar tóku þátt í búsáttarbyltingin á sínum tíma. Og mér langar að spyrja þig áður hleypi hinum inn í samtalið. Þegar þú horfir á svona þann tímapunkt sem við erum á núna sem er fyrirsjáanleg kreppa sem við erum að ganga inn í og svona mikil átök það, hverjum eigi að bjarga, hvort eigi að bjarga fyrirtækjunum til þess að fyrirtæki geti bjargað almenningi eða hvort að ríkið eigi að sjá fyrst og fremst það að allir hafi ísu á að meðan við göngum í gegnum þetta. Eitthvað, verður að hugsa til búsáttarbyltingarna, þú veltir fyrir þessu, hvort að sé ykkur arfleiðar, ykkur lærdómur sem að við ættum að hafa með í farteskinu þegar við mætum þessum tíma? Ég horfi bara mjög oft og eiginlega bara ég horfi mjög oft, ekkert bara núna heldur, bara ávallt til búsáttarbyltingarinnar og til svona þess, bara til þess lærdóms og hvað hún var svona mikill skóli fyrir okkur öll sem tókum þátt í henni og hvað við vorum raunverulega bara svona mikillar gæfu aðnjótandi að fá að vera með í þessari stund sem við sannarlega skópum ekki en gátum svo notað til þess að
búa til einhver svona róttæk rými þar sem við gátum hist og hugsað. Hvað gerist núna? Ég skal ekki segja, ég meina við erum náttúrulega núna ennþá á þessum stað sem ég líka skil mjög vel. Þar sem að fólk bara svona að leita eftir mjög svona mikilli leiðsögn, ennþá bara svona að taka öllu svona at face value, eins og sagt Þannig að svona hversu mikið svona moment mun skapast fyrir okkur, fyrir almenning, fyrir okkur sem aðhyllumst bara róttæka pólitík og svona endurúthlutun gæðanna á einhverjum réttlætisforsendum. Það bara alls óvíst hvað verður. Það grein eftir David Harvey á Monthly Review sem hann líkur á svona scenaríói sem hann dregur upp að Donald Trump muni aflýsa kosningum og svo framvegis, og þegar ég las þetta þá svona flissaði ég mig sjálfur mér og svona mig langaði svona að segja við hann að hann ætti ekki vera með þetta helviti hyperból, sko, við þurftum allar að róa okkur, en þetta það bara svo ótrúlega margt sem getur gerst. Þannig að ég bara samt að segja aftur mikið á því á þessum tímapunkti ég get ekki spáð. Það bara það sem ég reyna að segja. Það búið að aflýsa sveitarstjórnarkosningum í Bretlandi, þannig að fordæmið komið og það verður einhvers staðar aflýst kosningum einhvers staðar. En hérna hjá okkur líka Birgitta Jónsdóttir, aktivisti og þáttakandi í búsáhaldabyltingunni og alls konar götu mótmælum þar á undan, varðstöðum fyrir framan alls konar sendiráð, og nú hins vegar rosalegt umrót í samfélaginu. Ég segi ekki að almenningur sé vaknar upp, þetta líkt því sem að Sólveig Anna að lýsa, fólk bara að taka inn stöðuna og það ekki víst sko hvernig viðspyrnan eða andspyrnan mun líta út. En það samkomubann. Birgitta, þú kallaði þingskáld, þú verður eiginlega semja einhvern nýjan farveg fyrir hver andspyrnan getur mætt. Já, það einmitt stærsti munur núna og þá að almenningur getur ekki, ef eitthvað fyrir úrskeiðis, sýnt andstöðu sína í verki, þú veist, og í raun og veru þá gerðist ekki neitt varðandi bara að hlusta á almenning fyrir að nægilega margir mættu á Austurvöll og valdhafar urðu hræddir við allt þetta fólk. Því að svo sannarlega svona uppfylltist máltækið þau eru fá og við erum mörg. Og alveg magnað að upplifa þá miklu samstöðu sem var meðal fólks í kringum, í raun og veru þá náttúrulega fyrst var nánast engin samstæða og bara allir í kringlunni og við vorum bara, þú veist, færri erlendi blaðamenn sem vorum að mótmæla á Austurvelli, og síðan sem sagt þegar fólk sá að það ætti ekki að gera neitt til þess að bregðast á ástandinu, og þá fór svona að færast meiri kraftur í þetta. En sko stóri lærdómurinn kannski varðandi hvað okkur tókst ekki að gera í kjölfar hvað maður að segja, hins algera hruns á öllu sem við treystum og svona ákveðin endurræsing á gildismati í smá tíma sem í raun og veru síðan fór bara aftur í sama horfið. Stóri lærdómurinn að það ekki nóg að skipta bara fólk inn á þingi. Það þarf að fara í raunverulega kerfislegar breytingar þar sem þú yfirfærir meira vald til fólks til þess að hafa áhrif, á þess að þurfa að fara alltaf og senda bónus eða svona bænabréf til forseta að hann stöðvi eitthvað eða að þurfa að vera endalaust að standa í einhverjum mótmælum, út því að það virðist sem að yfirvöld séu hætt að taka mark á bæði stórum undirskriftalistum og stórum mótmælum. Það er einu sinni mark á þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta ekki einu sinni mark á því, og sem ótrúlegt, og þegar maður segir útlendingum frá því, og því að mjög margir halda við síðan með nýja stjórnarskrá, fólk sem að vinna í þessum geira úti eða svona inspirerað af öllu því sem við held að við gerðum, það trúir ekki að ríkisstjórnin hafi og bara Alþingi hafi hunsað þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að stóri lærdómurinn að ef einhverjir vilja reyna að koma á breytingum, að þá þurfa að gerast hratt. Alveg eins og hrunið mjög hratt, þá þurfa breytingarna að gerast mjög hratt. Og það ekki jarðvegur fyrir breytingarna með mjög stuttan tíma. Þannig að ég myndi ráðleggja hverjum þeim sem hafa áhuga á að fara inn á þing eða á einhverja aðra staði í sveitarstjórnir eða svoleiðis að
reyna að skapa það sem okkur mistókst út í við höfum svo lítinn tíma, alvöru breiðfylkingu með fá skýr markmið og koma þeim með verk og fá svo aftur umboð til þess að halda áfram. Því að öll þessi brot sem við sjáum, allir þessi nýju flokkar, þetta í raun og veru jákvætt og neikvætt. Það jákvætt að fleiri raddir komist að, en það þarf að búa til farveg þannig að þessar raddir eigi sér farveg inn í breiðfylkingu. Það þarf að eiga sér breiðfylkingu. Nú samkvæmt því sem að Bjarni Benediktsson segir að þá á ekki að kjósa hér fyrir haustið 2021. Ertu að tala að svona næstu breytingar í samfélaginu verði í þingkosningum eftir 1,5 ár, rúmlega það? Ég veit, alveg eins og Sólveig Anna var að segja, það ómögulegt að vera völva í dag. En það gríðarlega mikilvægt. Nú sjáum við það búið að aftengja þingið, sem alveg ótrúlegt. Með alla þá tæknivæðingu sem hefur átt í staðinn á Alþingi Íslendinga, þá bara leggst stjórnarandstaðan niður og segir já og amen við því að einu málin sem að Alþingi afgreiðir eru mál frá framkvæmdarvaldinu sem að tengjast því sem þau skilgreina þessum heimsfaraldri. Mér finnst þetta mjög alvarlegt og ég mjög ósátt við þingheim. Og annað sem var mikið talað í búsáhaldabyltingunni og svona öllum þessum endalausu fundum sem maður var á með alls konar fólki, þá að tala mikilvægi þess að mynda einhvers konar þjóðstjórn eða eitthvað slíkt. Núna finnst mér núverandi valdhafar ekki stætt á því að taka ekki allt þingið í að finna lausnir og allir umræðufundir allar lausnir á nefndasviði Alþingis eiga að vera opnir almenningi með streymi. Allir. Og þau geta bara summa það eða notaða Microsoft Meet eða hvað sem það engin afsökun fyrir að gera það ekki. Það eitthvað sem ég barðist fyrir á meðan ég var á Alþingi, mér tókst aldrei að ná því í gegn og yfirleitt var afsökunin fyrir að gera það ekki að það væri dýrt og þegar ég sagði ég skal bara setja upp podcast fyrir ykkur, þá var afsökunin fólki þætti þetta svo leiðinlegt. Þannig að Heiða, ef ég má spyrja Heiðu núna. Já. Birgit að segja að lýðræði sé nauðsynlegt á erfiðleikatímum. Það er ekki eitthvað sem maður dregur upp bara þegar allt í lagi, svo koma erfiðleikarnir að þá leggjum það til hliðar. En víða heim, og ég var að tala við fólk sem býr á Ítalíu og London hérna í gær, og þar var aukið traust á stjórnvöldum, ríkur upp þegar kemur svona hættutími, að þá vilja allir bara standa með sterka manninum og kaupa það bara að svona þingið, ég held að borgarstjórn líka farin heim, stjórnarandstaðan raunverulega samþykkti að fara heim nema að vera afgreiðslustofnun fyrir frumvarp frá ríkisstjórninni. Heldur að það sé svona stemmingin sé í samfélaginu þannig að nú eigum við bara að standa að baki Bjarna og Katrínu og svo Sigurður Inga ef ykkur mann eftir honum. Já, ég held að sé þannig. Ég meira að segja, ég var þannig fyrst, af því að við erum á svona tímum þar sem að fordæmalausin, við þekkjum ekki, við vitum ekkert hvað bara að gerast. Við höfum enga þekkingu eða innsæi til þess að sjá hvert þetta stefnir. Þannig að það var eitthvað svo þægilegt, bara halla sér aftur á bak, kaffivélin mín að fara að kvíla sig, halla sér aftur á bak og bara setja allt traust á að þau vissi hvað þau verið að gera, af því að, hvað annað? En við getum auðvitað ekkert gert það til lengdar, það verður alltaf hluta fólk sem að klappar þau upp og við sjáum það á könnunum, traustið eykst, þríeyki sem að mæta klukkan 2 á alla skjái, öll heimili landsmanna orðið bara svona, það einhver dýrkun í gangi, þetta frábært fólk og allt það, en það bara eitthvað svona dýrkun í gangi og það bara, og strax var að tala næsti forseti kominn og við erum eitthvað svo gingift fyrir því, bara einhver sýnir okkur smá mennsku og ró á tímum þar sem mikil ólga, að þá bara föllum við eitthvað dá. Og það bara ekki gott. Við svona leggjumst upp í rúm og viljum einhver breiði sænginni og kissa bara grænið. Eins og þetta sé bara foreldrar okkar, þetta sjáum þetta, leysa þessi mál fyrir okkur og til dæmis bara þetta við erum saman í þessu bara pínu óþægilegt af því að við erum alls ekki öll saman í þessu.
Nú má deila það hver var árangurinn af búsáhaldabyltingunni, hverju hún raunverulega náði fram. En ég hef biðja þær að spá aðeins, þannig ég ætla ekki að biðja þig að spá. Ég ætla að spyrja þig, hvað heldur að stjórnvöld hefðu gert í búsáhaldabyltingunni ef að almenningur hefði ekki ruðst út á götur og reynt að hafa áhrif á aðgerðir með því að hafna Icesave, með því að knýja á breytingar á ríkisstjórn og Seðlabanka og fjármálaeftirliti, með því að knýja á alls konar hluti. Segjum almenningur hefði bara verið í sóttkví heima og ekki geta farið út á götu. Heldurðu að aðgerðir ríkisstjórnar hefði verið öðruvísi þá? Ég meina, Icesave hefði náttúrulega bara verið, Svavasamningurinn hefði bara verið samþykktur. Það átti bara að samþykkja Svavasamninginn í Icesave. Við værum eflaust ennþá með Geir Haarde í einhverri valdastöðu. Hann nú reynda nýkominn heim bara úr valdastöðu, hann var sendiherra í Washington, þannig að hann fór nú. Já, ég meina svona innlendri valdastöða sem hann tekur ákvarðanir sem hafa áhrif á okkar líf. Það er pínu öðruvísi held ég. En já, við varum líklega bara svolítið meira amerikanseri heldur en við erum núna. Ég held að Solla væri til dæmis ekki formaður Eflingar. Ég heldur að ef ekki hefði verið búsáhaldabyltingin. Já. Ekki að spyrja hana bara, Solla, værið þú formaður Eflingar ef það hefði verið sóttkví frá október 2008 fram á sumar 2009, værið þú þá formaður Eflingar í dag? Það er mjög áhugaverð spurning, ég veit það ekki. Ég væri náttúrulega ekki formaður Eflingar ef að hrunið hefði ekki komið og ef ég hefði verið rosalega. Þú veist, ég lenti í hruni, það var atvinnuleysi á heimilinu mínu, ég var láglaunakona, þannig að ég er ég veit það ekki. Leikskólasagan, Reykjavíkurborg og láglaunastefnan, hún ber náttúrulega töluvert mikla sög, En þú telur að búsáhaldabyltingin hafi haft áhrif á til dæmis þá stefnubreytingu eða hefur stefnubreyting innan verkalýðshreyfingarinnar sem hefur mátt merkja á svona síðustu miskunum? Er þetta afleiðing búsáhaldabyltingarinnar? Ég held í það minnsta að ég sé formaður Eflingar og að Ragnar sé í VR, að Vilhjálmur Birgisson njóti svona mikils trausts almennings og fólk leggi við eyrun þegar hann mælir. Ég held að þetta sé sannarlega tilkomið vegna í það minnsta í þeirra tilfelli. Ég meina þeir voru náttúrulega mjög svona sýnilegir í búsáhaldabyltingunni og þeir höfðu sig í frammi og svoleiðis, þannig að ég held að bæði það hafi gert það að verkum að þeir njóta trausts hjá hinu svokallaða venjulega fólki og ég allavega lærði eitt mjög mikilvægt í búsáhaldabyltingunni og öllu því sem ég svona ástundaði þar og á árunum á eftir. Ég lærði að leggja mitt af mörkum. Ég lærði að það sannarlega skiptir máli hvað hver einasta manneskja er tilbúin til þess að gera og að það er engin, ég meina að þú getur ekki raunverulega leyft sjálfri þér að komast upp með að ætla ekki að taka þátt í baráttu þegar að það sannarlega er pláss fyrir þig þar og þegar baráttan sannarlega þarf á kröftum þínum að halda. Þannig að það í það minnsta búsáhaldabyltingin skilaði þó því. Ásta Dís, má ég spyrja þig svona svipara spurningar? Þú ert samhæfingarstjóri og starfar innan PEP, samtaka fólks í fátækt, sem hefur verið með svona stigvaxandi baráttu, orðið sýnilegri, núna til að stuttu áður en að þessi óskup gengu yfir að þá var mjög sterkur þáttur Kveiks þar sem að mikið af fólki sem hefur starfað í og nálægt PEP voru og drógu upp mynda fátækt sem ekki hefur mátt vera til umræðu varðandi búsáhaldabyltinguna. Lítur á að hún sé kannski þar megi rekja rætur af ykkar starfi, að fátækt fólk stígi fram og segja að ég er fátækur eða fátæk og það er ekki mín sök, heldur er það sök samfélagsins sem að þröngvar þessari fátækt upp á mig og kasta svona ábyrgðin þangað sem hún á heima. Þetta heldur að þessi pólitíska virkni sem að reis upp í búsáhaldabyltingunni hafi haft áhrif á þetta?
Á vissan hátt, já. Það sem að, ég vil meina að sé það eina góða við hrunið og það sem gerðist þá, það að það mátti allt í einu nota orðið fátækt upphátt. Allt í einu mátti fara að tala hóp sem að hafði bara einhvern veginn búið og lifaði í sinni skömm yfir sínum aðstæðum og þorði ekkert að segja það upphátt. Þannig að það svona það sem ég upplifi sem það eina góða sem kom út úr hruninu, það var að nú mátti allt í einu fara að nefna orðið fátækt og fara að tala fólk sem að býr við fátækt. En það merkilega við þetta samt að sá hópur sem glímdi við hvað mestu fátæktina fyrir hrun, staða þess hóps breyttist ekkert mikið við hrun. Þau voru ennþá alveg illa sett eftir hrun, en það mátti allt í einu fara að tala það. Þannig að það að hinu góða. Þannig að það eru stórir hópar sem að núna til þess þegar að ráðherrarnir koma fram í Kastljósi og segja að við höfum aldrei haft það eins gott, við höfum aldrei verið eins sterk, gríðarleg viðspyrna og besti kaupmáttur og við vorum svo rosalega fljót að ná okkur upp í hruninu. Það er náttúrulega svona þriðjungur þeirra sem að hlusta á þetta bara kannast ekki við þetta. Það er fátækt fólk, það eru öryrkjar, það eru fátækt eftirlaunafólk, það er láglaunafólk sem kannast bara ekkert við þessa veröld sem að ráða fólkið að taka ákvarðanir sem út frá. Nei, það er alveg hreina sagt, því að staðan í þessum hópi búin að vera svo lengi slæm og það er þess vegna sem ég vil kalla pólitíkina til ábyrgðar. Pólitík er ekki náttúrulögmál. Pólitík fátækt er ekki náttúrulögmál, ætlaði ég að segja. Fátækt kemur til sem afleiðing af pólitískum ákvörðunum og þess vegna verður pólitíkin að taka við sér. Við verðum að vekja pólitíkina til ábyrgðar, til þess að taka á þessu. Vegna þess að það eru þeir sem geta breytt í. En ef þessi hópur fékk svona mikið áfall 2008, hefur ekki verið réttur við síðan þá. Og nú það er bara ljóst að það er að koma önnur kreppa. Hvernig mun þessi hópur þola það? Hann bara mun ekki þola það. Við meðan að það er ekkert batteri á vegum hins opinbera sem að raunverulega styður við þennan hóp og meðan að yfirvöld segja bara þessi búið að gera nóg fyrir þennan hóp, slær ryki í augu fólks og fólk trúir þessu sem ekki þekkir til. Meðan að þetta er staðan, þá gerist akkúrat ekki neitt. Það verður að hækka lífeyrin, örorkulífeyrin, það verður að koma til mótsveita fólk með barnabótum. Það er bara ekki hægt að horfa fram hjá því að þessi hópur er ekki hluti af því neyslusamfélagi sem við búum við í dag. Og við verðum að skapa rými í samfélaginu fyrir þetta fólk. Birgitta, hvað viltu leggja út frá þessu að það er stór hluti af fólki sem er umverulega í svona fjárhagslegri stöðu að bara hugmyndunum eina kreppu og við erum öll saman í bátinum og við þurfum öll að taka þetta á okkur það er eiginlega óhugsandi. Fólki bara getur það ekki svo. Ég einmitt rakst á mann þegar ég var að skipta olíu á bílnum hjá mér sem að hafði mist allt sitt í hruninu og maður svona einhvern veginn, eldri maður veiktist, ekkert net, bankarnir tóku allt sem hann átti og það einhvern veginn tókst ekki og ég reyndi svo mikið til dæmis að fá í gegn lyklafrumvarpið hennar Lilju sem ég breytti þannig að það var ekki hægt að nota rökin út í að vera afturvirkt upprunalega Núna er alveg ljóst að margir munu erfiðleikum með að borga húsnæði sínu og sumir munu missa húsnæði sitt. Þegar við förum dýpra inn í þessa þráðbeinu niðurleið sem að er ljóst það er ekki alltaf fara bara að hrökkva í gang eftir mánuði eða 2 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Og ég held að sé rosalega mikilvægt bæði að koma með fyrirbyggjandi aðgerðir strax út af því, út af heimilisstoffinu, en síðan verð ég bara að segja það að reynsla mín af kerfinu þegar kemur að stuðningi við viðkvæma hópa í samfélaginu er bara svo að þetta er handónýtt. Þetta er algjörlega ónýtt. Það er bara að henda þessu ruslahöguna. Það eru svo margir sem eru alltaf að lenda, þeir eru alltaf að detta á milli, þeir gleymast.
Það eru heilu sko hóparnir sem fá enga raunverulega þjónustu eins og bara sálfræðiþjónustu eða eitthvað utanumhald. Og svo mikið af þessum úrræðum eru bara svo mikið rusl. Og þeir sem að eiga að, og kerfið alltaf bara þannig, þetta ekki bara þegar kemur að, útlendingastofnun, þetta á við bara nánast allar stofnanir með örfáum undantekningum. Það á ekki vera þannig að þú átt að treysta á kannski einn góðan starfsmann og svo allir hinir segja bara, heyrðu, kerfið bara svona, þeir bara svona. Þeir kannast ekki við það, eða þeir þurfa að þáttunni. Já, Sólveig, af því að ég veit að þú þarft að fara að sinna aldraði móðuðinni, og þú myndir kannski ekki fíla því ég kalla hana aldraði móðina, en eins og við mörg þurfum að gera þessa dagana, að það komið svona lokaspurningu til því sem að Drífa Snædal var hjá mér hérna á föstudaginn í þessu þætti, sem var þá aðeins með öðruvísi lagi, af því að þá var ekki komið svona samkomubann. Hún sagði það að verkalýðshreyfingin yrði að rísa upp til þess að verða stjórnarandstaða við þessa hægri sinnuðu stjórn, sagði það. Þetta raunveruleg krafa sem að verkalýðshreyfingin getur staðið undir, að hún verði það aðhald sem að verðum að sína stjórnvöldum, og ef ég má vitna í annað þátt sem var hérna, þá maður sem að þú þekkir var hjá mér, Árni Daniel, sagnfræðingur, og hann var að meta svona búsáttarbyltinguna, og hann sagði að árangur búsáttarbyltingarna var í svona 4 til 6 mánaða glugga, á meðan að Austurvöllur raunverulega logaði, að þá voru stjórnvöld að gera aðgerðir sem voru í anda þess sem almenningur var að biðja leið og þrýstingur frá almenningi slaknaði, að þá byrjuðu stjórnvöld að þjóna kerfinu, þjóna auðvaldinu, lyklafrumvarpið fjaraði út, alls konar ráðagerði bara fjöruðu út, og það var raunverulega ekkert gert í anda þess sem almenningur var að krefjast eiginlega frá sumrinu 2009. Ef við leggjum þetta tvennt saman, að þá það raunverulega krafan að verkalýðshreyfingin verði þetta afl sem að valdi því að stjórnvöld taki ákvarðanir í takt við vilja lýðsins, þessi lýðræði hér. Þetta náttúrulega engin smá krafa. Ég ætla bara að byrja á því að segja eitt sem að kannski svona ég nota til þess að telja kjark í sjálfa mig og til þess að svona stilla því upp fyrir sjálfur mér að við getum kannanir sem að sýna það hversu gríðarlega mikið traust almennings til verkalýðshreyfingarinnar hefur aukist með þessum svona þessari endurnýjun sem hefur átt sér stað. Það ótrúlega mikið, ég hef séð tölur það þar sem að traustið fer úr því að vera bara mjög lítið og núna bara svona töluvert mikið. Þið verður að geta axla það, Birgitta til þess ekki það að það var á tímabilið sem að 40% af þjóðinni laði traustið á Pírata. Það var akkurat það sem ég ætlaði að fara að koma að núna, já, þetta er mikil ábyrgð að reyna að axla. En ég segi þá sem manneskja sem að trúi náttúrulega fyrst og fremst og fyrst og síðast á mátt samstöðunar, og ég ætla þá að leyfa mér að vitna til dæmis núna í þann sigur sem að við náum í Reykjavíkurborg. Ég meina hann á endanum næst bara vegna þess að við náum að projekta aftur og aftur og aftur þessari einbeittu samstöðu sem að þar ef að hreyfingin getur komið sér saman sem að hún virðist að miklu leyti vera færum núna, getur komið sér saman hvar áherslurnar eiga að vera og getur bara tekið að sér, og viljinn til staðar að taka að sér að vera þessi rödd og þetta vald sem að knýr á það að til dæmis það bara muni bara enginn missa heimilin sín, að við bara sættum okkur ekki við það að venjulegu fólki, launafólki og auðvitað öllum hinum verði einhvern veginn gert að axla ábyrgð á einhverju sem að þau sannarlega bera enga ábyrgð á. Ef að við stöndum saman og svona aðhyllumst og stundum hinn lýðræðislegu vinnubrögð innan hreyfingarinnar
og fylgjum svo þeim hugmyndum og þeim áherslum sem að þar koma fram bara af mjög miklum krafti og erum bara tilbúin til þess að beita okkur mjög markvisst og erum tilbúin til þess að hlusta fyrst og síðast á raddir félagsmanna okkar, þá getum við þetta. Þetta hægt, en þetta erfitt og þetta mjög vandasamt og það þarf að fara líka gætilega með þetta vald sem að þarna sannarlega liggur. En ég trúi því að þetta sé hægt, en ég segi líka að þó að við séum á þessum stað, að við séum öll hérna í einhverju svona að virða allar 2 metra reglurnar og allt það, þá verðum við samt að vera vakandi og eins og Heiða var að segja hérna áðan, að sjálfsögðu treystum við heilbrigðisyfirvöldum. En við verðum að skilja á milli þess að taka mark á þeim upplýsingum og þeim tilmælum og fyrirmælum sem að koma og snúa að því að varðveita heilsu okkar og heilsu fólksins sem að býr hérna með okkur og svo því sem að snýra bara efnahagslega verkefninu, hagstjórninni og því sem að við viljum gera sem náttúrulega að berjast fyrir því að hér verði til einhvers konar möguleikar á alvöru efnahagslegu réttlæti og við megum ekki blanda þessu svona tvennu saman, við megum ekki í svona þrá okkar í það að einhver komi og breiði yfir okkur og svona huggi okkur og útskýri fyrir okkur og svo framvegis, við megum ekki blanda því saman við einhverja löngun yfir því að einhver svona leiði okkur í gegnum þennan svona öldudal efnahagslegrar ógæfu sem að blasir við. Það gengur ekki. Þar verðum við sjálf öll bara hvert og eitt að axla ábyrgðina á að fylgjast með, reyna að skilja og reyna að nota þetta tækifæri og fyrst að við höfum hér verið að tala búsæltabyltinguna, þá ætla ég að fá að bæta svona við varðandi hana. Ég meina eitt það besta og merkilegasta sem til dæmis gerðist fyrir mig í búsæltabyltingunni var að ég fylltist einhverju svona brennandi þörf fyrir að reyna að skilja það sem var að gerast og ég bara notaði þá orku og þá þörf mjög markvisst og hitti svo fólk sem var innblásið af þessari svona sömu þörf og ég vona að sú stund geti runnið upp núna að þrátt fyrir það við megum kannski ekki hittast saman í einhverjum svona hópum, í einhverjum svona hefðbundnari skilningi, þá engu að síður getum við axla þessa stóru svona persónlegu ábyrgð líka. Við erum að tala saman hér og af því að ég veit að þú ert að fara, að þá ætla ég að segja gangiði vel með að byggja upp verkefnishreyfingu sem stjórnarandstöðu, en gangiði líka vel að sinna móðuðinni. En hvað segir þú, Heiða, þetta? Er hægt á því að þjóðin verði svona mjög meðvirk að það sem við vitum að við verðum að standa saman gegn veirunni og víruslum, að þá höldum við að í því felist að við megum ekki andmæla hugmyndum Bjarna Benediktssonar að bjarga fyrirtækjunum með því að auka lán út úr bankakerfinu eða að gefa bankakerfinu eins mikið af krónum að geta í sig látið eins og seðlabankastjóri orðaði. Já, ég held að sé óhjákvæmilegt, við verðum svolítið meðvirk, þannig að það hinn almenni borgari ekki bara að hafa áhyggjur af framtíð sinni efnahagslega. Við höfum öll áhyggjur af fólkinu okkar, af þessari veiru, af því að þeir sem að standa okkur næst veikist og við þurfum þetta er svo tvískipt, hlutinni sem við höfum áhyggjur af þetta. Í dag erum við með mestar áhyggjur af fólkinu okkar og heilsu þeirra og svona okkar nær umhverfi og okkar persónulega efnahag. En svo fáið meðvitund, ég alltaf að segja þetta, fólk orðið hundleitt að því, en ég held að það að segja að búsáhaldabyltingin hafi ekki breytt neinu fer gríðarlega í taugarnar á mér, af því að búsáhaldabyltingin breytti svo miklu. Hún gaf fullt af fólki rödd,
sem að var ekki að beitinni áður. Þess vegna sagði ég þetta með Sollu, hún var ekki formaður Eflingar í dag. Það eru alls konar hlutir sem að hefur verið reynt að koma í gegn bæði í pólitík og annars staðar, þar sem almenningur hefur bara risið upp og haft hátt. Og það hefur virkað. Engir kannski risamál, en það hefur virkað. Fólk ekki að geimgift fyrir því og áður. En á meðan við erum í þessari stöðu að allir geta veikst, þá verðum við svolítið meðvirk. Ég held að það sé bara óhjákvæmilegt. Ásta Dís, þú ert með undirliggjandi sjúkdóm og þú ert heima til þess að reyna að forðast þennan andskota. Heldur að þetta hafi áhrif að sjúkdómurinn virkar annars skiljanlega svona lamandi, en síðan löngun okkar til þess að vera laus við hann, þá bendum við svona ofurtrú á yfirvöld að þau takist að sigra náttúruna raunverulega í þessu, og ef við gerum allt eins og þau segja þá fara allt vel, að þetta smitist yfir í efnahagsstjórnina og hinn almennu stjórnmál, að við upplifum það að við verðum að gera allt eins og þau segja okkur, annars fer allt illa. Þetta gerir það að upp að vissu marki. Við finnum fyrir smæð okkar, við erum svo lítil í okkur, sérstaklega þegar maður er svona einangraður heima, maður getur ekki farið á staðinn og látið í sér heyra þar, þannig að maður er einangraður og svona svolítið hræddur við hvað gerist ef ég smita, ef ég fæ smit og smita fólki mitt, þannig að þetta er svona óljós ótti, ekki eins lamandi samt og í búsáhaldabyltingunni, en miklu svona meira óöryggi einhvern veginn í því og miklu óljósara. Og maður reynir að einangra sig heima fyrir og ímynda sér að þar með verði þetta allt gott, maður geti beðið þangað til að þetta er búið. En það er ekki alveg svo auðvelt. Ég meina það verður öll heimilin að ná sér í aðföng og þannig að þú getur ekki bara lokað þig af og reynt að bíða undir sæng eftir að staðan breytist. Nú, ef við höfum ekki áhrif á stjórnvöld og það sem verið er að ræða þar, að þá er ég nú ansi hrædd að þeir missi tengsli við okkur og taki ákvarðanir sem varða ekki hag okkar allra. Og mér finnst það persónulega verið að gerast. Ég ítreka það hvar sem einhver vill hlusta að viðkvæmasti hópurinn, fólki sem býr við fátækt, það gleymdist þegar að viðbragðsáætlun var gerð hjá almannavörnum og gleymdist þessi hópur. Mér finnst það bara svo stórt að ég skil ekki af hverju það er ekki verið að fjalla það í blöðunum, af hverju það er ekki verið að gera meira úr því sem gerðist. Þannig að bara hluti af samfélaginu skilin eftir í lamandi aðstöðu, af hverju er ríkisstjórnin ekki að fjalla það? Birgitta, ég má biðja þig að eiga svona lokaorðin í þessu spjalli, svona ef þú reynir að draga það upp svona hvernig þjóðinni líður, hvernig og hvers vegna það myndi gerast að hún myndi nota þetta vald sitt sem við farið yfir hér, að hún náttúrulega með valdi sínu þá breytt hún ákvörðunum eftir hrun með miklu. Hvað þarf til þess að hún svona vakni og fara að krefjast einhvers, og kannski hvernig hún ætti að gera það? Það er nú aldeilis stórt spurt. Fyrst vil ég einmitt taka undir það sem að Heiða var að segja. Þetta breyttist margt í kringum þetta hrun og mjög margt sem að fólki í búsáhaldabyltingunum sem að henni tengt var að gera sem að við sitjum bara og bíðum eftir að geta notað þegar að næsta krísa kemur, og nú er svo sannlega komin ný krísa og mörg tækifæri í kjölfar hennar til þess að breyta samfélaginu til batnaðar fyrir það, og sérstaklega þá sem að þurfa á því að halda að við höldum utan um það þegar á reynir. Og ég held að akkurat eins og ég upplifi bara núna dálítinn dofa, alveg eins og bara eftir hrun, að þá var rosalega dofi og fólk var mjög hrætt og óöruggt, og það held ég að sé svona ástand sem að muni vari einhver tíma, og þeir sem eru ekki þar, það er eiginlega bara svona okkar skylda að vera óþægileg og koma með einhverja lausnir og reyna að finna einhverja leiðir. Ég meina það sem þið eru að gera með þessum sjónvarpsþætti er mjög mikilvægt og það er mjög mikilvægt að finna farveg fyrir gagnrýni á þess að maður sé að segja allt sé ómögulegt.
að þá megum við ekki vera hrædd við að gagnrýna meiri segja heilagar þrenningar. Við megum ekki leyfa því að gerast í samfélaginu að það megi ekki spyrja og það megi ekki koma með tillögur og það á, ef það er eitthvað sem að fólk sem að fer með vald á að muna eftir í kringum allt þetta rugl eftir hrun, að þá var það viska fjöldans sem bjargaði okkur frá ISAF. Það var viska fjöldans, það var samtakamáttur almennings sem að náða að stoppa þann hrylling af. Og ég man eftir því þegar ég fór upp í forsætisráðuneyti og Svavar sagði við mig að hann þyrfti endilega klára þetta út af því að hún lá svo mikið á að komast upp í sumarbústað. Þú veist, svona, sko, þess vegna get ég ekki treyst valdhöfum. Ég hef séð hvernig þetta fólk vinnur og ég veit að þau vita ekki betur en ég. Þeir eru valdhafa í ríkisstjórninni. Þess vegna, ég ætla að fá ekki heila þrenningu, þú ert að tala hérna ríkisstjórnina og þetta ágætis loka hugleiðing, ég verða að fá að slíta þessu, hérna mér sagt að gera það, ég hlýði yfirvaldinu, tæknilega yfirvaldi. Þú færð að koma aftur, Birgit, að segja þetta. Það sem að Birgit var að segja að það væri mikilvægt að halda þessu þætti gangandi og við munum gera það. En ég sagði áðan að það væri líkur á því að kæmu hérna fleiri þættir og ég ítreka það að við erum til í að hjálpa fólki til þess að búa til sína eigin þætti því að við teljum það að vera feiknarlega mikilvægt að hér verði til sem allra fyrst lifandi gagnrýnin umræða á móti svona því sem í meginstraums fjölmiðlunum sem mikið til skilaboð frá yfirvöldum. Rauða borðið verður hér aftur á morgun klukkan 8. Við sjáumst þá. Takk.